eru þarna aðilar sem eru á einhvern þann hátt tengdir stjórnvöldum þegar við erum að tala uppgjörið við kröfuhafana. Þannig að það sé með raunhæfum hætti hægt að líta þannig á að það hafi haft áhrif á niðurstöðuna gagnvart kröfuhöfunum og þá kröfuhöfum í vil en á kostnað almennings á Íslandi. Sko, þessi spurning, hún bara stendur opin. Hún stendur opin og við vitum það eru 600 nöfn eftir í pottinum. Nú einhver þeirra hafa verið að birtast en megnið nú óbirt. Það sem komið hefur, kannski kemur ekki öllu leit óvart. Nei, en sko, hverjir eru þetta? Þetta líklegt að þetta sé eitthvað af gömlu fjölskyldunum, þetta líklegt að þetta sé einhverjir stjórnendur í íslensku atvinnulífi, fjármálafyrirtækjum, stórfyrirtækjum, útgerð. Það önnur risaspurning. Hvaða afleiðing hefur það fyrir framsalið og ég meina hvað áhrif hefur það á fiskveiðistjórnarkerfið og mun mönnum bregða eitthvað þegar þeir fara að keyra saman tortólalistan eða Panamalistan við afskriftalista í bönkunum. Já, þarna ertu komin með annan vinkil enn.